Já, komið sæl, við höldum áfram. Nú eru komin til okkar nýju gestir. Þau eru öll úr utanríkismálanefnd. Það er Pavel Bartošek, Víðir Reynisson og Dagbjörg Hákonardóttir. Pavel, þú ert formaður nefndarinnar. Já, það er rétt. Það er rétt. Það er rétt. Já. Síðast eða vissi. Já, þú lítur að fylgjast líka mjög vel með hvernig andinn er í Pólandi. Já, ég gerir það alltaf sjálfsögðu sko. Við erum líka öll komin úr ferð utanríkismálanefndar til Litáen og Póllands sem við fórum í síðustu viku. Það sem við, klikum þar undan, það sem við utanríkismálanefnd heimsækir reglulega einhver lönd, svona einu svona ári að meðaldali og við völdum þessu sinna fara til Litáen og Póllands, bæði vegna þess að þetta eru lönd þar sem það eru margir íbúar á Íslandi sem hafa rætur og rekja til þess að landa og búa hér og þar fyrir utan þá þetta er öryggisástand í Evrópu þannig að þessi lönd liggja á hinn svo kallar austurflanka NATO og hafa verða fyrir allavega svona ákveðnum ögrunum að hálfum nágrannasinna í austri, Rússa. Já. Þið fórum með ferðina og hvað er hljóðið í ráðafólki í þessu löndum? Þetta var bara ótrúlega velheppnuð og áhugaverð ferð og fá tækifæri bara til þess að hitta aðra þingmenn og sjá þeirra raunveruleika. Heimsóttum þingin náttúrulega og funduðum með fjölmörgum aðilum og fengum innsýn inn í bara hvað munurinn er á í sjálfu sér svona þeirra raunveruleika og okkar sko. Þannig að í þessum löndum þá alveg sama hvaða málaflokki fólk er að sinna, þingmenn er að sinna, varnarmálin eru alltaf bara tengjast inn í allt, alveg sama hvað það er. Við heyrðum af breytingum í fræðslu og menntun barna sem tengjast það undirbúið betur undir að takast á við stríð og alveg upp úr það að menn náttúrulega og hittum líka fólki sem eru í varnarmálanefndunum og utanríkismálanefndunum sem eru bara takast á við lagabreytingar og færa til fjármuni í þennan málaflokk. Þetta er bara mikil jartenging að hitta þetta fólk og fara bara yfir stöðuna. Já, við vissum svo sem hvað við vorum að fara út í með til dæmis Litáen að við vitum að það er alveg mjög remtaug sem er á milli Íslands og Eystrasaltsins í þessu en ég átti ekki von á slíkum höfðinglegum móttökum eins og raunbavitni í litáíska þinginu sérstaklega þar sem við vorum bara með þeim þingmönnum sem voru þetta bara á vettvangi bara í eldlínunni þessa daga þar sem viðurkenning fór fram af hálfu Íslands á sjálfstæði og tilvist Litáen og annarra Eystrasaltsríkja. Þeir eru með innrammað telex-bréf sem barst frá Reykjavík til Vilnius vegna þess að það búið slíta á allar símalínur og þetta er eitthvað sem við megum ekki gleyma. Kynslóðin sem núna vaks úr grasi í Litáen og Eystrasaltinu er kannski ekki alveg jafn mikið með þetta á takteinum og menn af þeirri kynslu sem var á staðnum en það er líka svona sérstaklega áberandi hversu mikil viðvera Úkraínustríðsins er einhvern veginn í öllum málaflokkum sem tilur það er valla sá málaflokkur sem hefur ekki einhvers konar Úkraínusnertingu og hver einasti þingmaður í litáíska þinginu er með úkraínska fánan á borðinu sínu. Og ég vil kannski bætir bara við að því eins og Dagbjörg segist þá fengum við kynningu með þingmönnum sem höfðu rauninni verið á staðnum þegar að sovjíski skriðdakar voru heinum yfir ána og maður sá bara rauninni í augun á þeim hvernig þeir upplifðu þessa atburði hálfpartinn aftur þegar þeir voru að segja okkur frá þessu. Þannig fyrir þeim er þetta engin fjarlæg saga. Þetta er bara þessi dagar þar sem Litáen endurheimti sjálfstæði sitt er bara eitthvað sem er þeim ennþá í mjög fersku minni. Og líka í glugginn á þinghúsinu í Vilnius var alveg sérstaklega sláandi. Þeir eru með einn stóran glugga sem hefur ekki verið gert við og í honum er byssukúlu far og það verður ekki gert við þennan glugga vegna þess að það var auðvitað bara skotið á þá. Já, ég meina þingmenn sem að eins og eitt sem við hittum sem var ungur maður þegar að þetta var í háskólanum og horfði á skólasystkini sín drepin þegar voru að verja útvarpsturnin til þess að halda áfram útvarpssendingum og
og síðan að horfa að þinghúsinu og standa þar fyrir fram að skriðdrekana. Þetta náttúrulega bara einhver veruleiki sem að við þekkjum ekki og betur fyrir gátum við líta þau svo allavega á, við hefum getað einhvað hjálpað til á þessum tíma og það hefur skipt máli eins og við horfum á það gagnvart stuðningnum okkar við Úkraínu núna, þetta skiptir raunverulegu máli. Það var Evrópuþjóðir voru með fundi í Kaupmannahöfn í síðustu viku, þar var meðal annars Donald Tusk sem er Pólverji. Hann sagði að Evrópa var í stríði við Rússland, er það eitthvað mat? Já, ég held að sé voru erfitt að horfa á atburðarásina sem er í gangi öðru svo heldur en að víglínan milli Rússa og Evrópu liggur Úkraínu núna og það eru ansi margar þjóðir að taka þátt í að styðja við það. Þar með við sem er hluta Evrópu, við erum í stríði við Rússland. Við erum að taka þátt í þessari varnarbaráttu með beinum hætti í Úkraínu, með beinum framlögum til ýmissa mála, bæði mannúðarmála og líka eins og... Ég spyr að því að hann orðar þetta núna svona sem hann gerði ekki fyrir árið síðan en það sem þú ert að nefna núna við verðum að styðja Úkraínu árum saman en að það sé komin svo staða í Evrópu núna að Evrópa sé komin í stríð við Rússland. Smári ekki friður. Getur einhver haldið því fram að þetta friður? Þetta er smá semantísk æfing sko. Hann sagði ekki Evrópa er ekki í friði við Rússland, hann sagði Evrópa er í stríði við Rússland. Þá verðum við bara hins vegar að horfa á þetta bara, þetta er ekki binary sko, endilega, en við verðum nú samt að átta okkur á því að það er ekki bara hann. Mette Frederiksen hefur haldið því fram að þau séu í fjölþátta ógnarstríði og það er bara ýmis variasjón á hugtökum sem við leyfum okkur að nota og við Íslendingar verðum bara fyrirgefðu að skóla okkur talsvert betur í til þess að geta notað með samfærandi hætti. Þess vegna er ég að spyrja ykkur, hvar eru liggja mörkina því við erum að skóla okkur í því? Erum við í stríði við Rússland? Ekki í friði, það er svarað sem ég á þetta. Erum við í fjölþáttastríði við Rússland? Má halda því fram, ég ætla að segja að það er ekkert útilokað við það er ólíklegt. Það er ólíklegt að hinga berist vopnið átök á næstu en það er hvergi útilokað. Það er bara raunveruleiki sem alla þjóðir í heiminum búa við í dag á friðar eða svona óöryggistímum. Ég held að allavega lágmarki sé að við horfum á það að við stöndum frammi fyrir því að geta orðið fyrir fjölþáttaárásum og þá má kannski alveg leiða því líkum að þar hefur nú þegar farið fram hér. Hér hefur nú komið fram í áskýrslum Sertís að mjög vel útbúnir og skipulegir hópar hafa stundað netárásir á Ísland og þannig að það er kannski bara það við erum ekki farin að nota réttu orðin eða sömu orð og aðrir. Stríðið nær núna yfir mikið fleira en það gerði áður. Já, ég held að það sé akkurat það sem... Og er að herða þessu viku þessuna er Mette og Donald Tusk að orða þetta með þessu Mette? Já, ég held að sko fyrir mörgum þegar sagt stríð og tala heimstyrjaldir og eitthvað svona, þá horfa menn á skriðdreka og stórskotalýsárásir og fótgönguliða og það, en raunveruleikin í dag er kannski líka bara pínlítið að þetta er orðið miklu viðtækar á öðruvís heldur var 1939 þegar seinni heimsstyrjöldin hófst. Pavel, eru við í stríði við Rússa? Það sem ég á aðeins erfitt með þessa spurningu hjá þér, Smári, er sko það að þetta er kannski spurning hvort þessi vera beðið pólitíska yfirlýsingu eða lýsingu á ástandi. Sko, Rússar vilja ekki einu sinni meina þeir séu stríðið Úkraínu. Þeir vilja meina að það sé bara eitthvað svona sérstök hernaðaraðgerð sem þeir að stunda. Talsmaður Pútín hefur enda sagt að Evrópa sé stríði við Rússland. Já, ég held að það sé þá, en sko ef við talum lýsinga ástandi þá er ljóst að það er ekkit mjög friðvænlegt milli þess að Evrópu hluta NATO og Rússlands. Hins vegar alltaf hafa ekki hafist bein svona hefðbundin hernaðarleg átök. Og ég ætla fyrir mitt leyti að spá því að mér finnst ólíklegt og þó nokkuð ólíklegt að það stefni í það, þó séu þetta ekki þetta útiloka það. Það er svolítið annað og pingustundum hættilegt þetta hvernig við tókum til þessu hugtök og gerum að auðvitað þá líta Rússar svo á að þeir líta ekki á okkur sem vini sína þessa dagana. Þeir eru að beita Evrópu ýmiss konar aðgerðum sem myndi nú kallast óvinveittar með það hefur verið kveikt í verslunarmiðstöðvum, það hefur verið reynt að sabotera lestarsamgöngur, það hefur reynt að fara með dróna inn í ríki og trufla flug, það hefur verið ráðist á mikilvægum innviðum og þetta eru ekki vinveittar aðgerðir en það hefur eins og komið engin þeirra verið kannski með þeim hætti að hún myndi flokkast sem bein hefðbundin stríðsaðgerð að það hætti að skriðdrykkir fara í land. Evrópa ger ekkert á þetta á móti eða hvað? Hvað segirðu? Er Evrópuríkin Því er ég ósammála. Mér finnst viðbrögðin undanförnu hafa þvert á móti bara verið
að mörguleyti ábyrg en samt ekki þannig að ekkert hafi verið gert. Ég meina, þessi drónar sem fóru inn í Pólland, þeir voru skotnir niður nokkrir í samstarfi NATO-þjóða, Hollendinga, Þjóðverja, Pólverja, Bandaríkjamanna sem sveimuðu yfir og sá fyrir eldsneyti til F-35 vélana sem þarna voru yfir. Það búið að fara borðina bát sem grunur á að hafi verið að nota til þess að skjóta þessum drónum á loft sem trufluðu flug í Kaupmannahöfn og víðar. Það er ekki þannig að sé ekkert gert. Já, ég svo ekki, við erum ekki að hrekja þá með að fljúga. Það er náttúrulega stríðið í Úkraínu eða innrásin, það er náttúrulega fjármagnað af Evrópu og við erum náttúrulega vopn og senda sem eru notuð til þess að drepa rússneska hermenn. Við erum líka að beita rússa viðskiptaþvingunum og höfum tekið bara markverð og ákveðin skref í átt að því að mótmæla þeirri ólögmætu innrás sem á sér stað í Úkraínu. Það verður ekki hægt að saka Íslendinga það að hafa einhvern veginn verið með hangandi hendi í sínum stuðningi við Úkraínu þó betum að duga skal og allt það. Nei, ég var ekki að velta fyrir hvort að þetta mætti meta viðbrögð eða árásir, fjölþátt árásir Rússa sem viðbrögð við hernaði Evrópuríkjanna í Úkraínu. Þeirra sjónarhorni lítur þannig út, hvort að okkur þykir ósanngjarnt. Það er kannski ekki tilviljun að mjög fljótlega eftir að Danir taka stóra ákvarðanir sína vopnaeign og sinn varnarviðbúnað að þessir atburðir verða. Ég held að allir sem að horfa á þetta með þeim augum sem að þessi stigmögnun sem að er alveg augljós að þið ég meina flug rússneska herþota inn í lofthelgi Íslands og aukin skipaumferð á Atlantshafinu. Veit ekki hvort þið hlustuðu á Eystrasaltinu. Eystrasaltinu veit ekki hvort þið hlustuðu á blaðamannafund danska varnarmálaráðherrans á föstudaginn. Þar sem hann var að fara bara yfir svona stöðuna ógnandi siglingar sem hann notaði það orð. Skuggaflotinn. Þannig að bæði frá nefndi nú að það var nú rússneskt herskip sem lagði nú fyrir akkerum ekki langt frá Danmörku og annað svona, það var ýmsir tilburðir í gangi. En að því að þið hugsa alla daga, þá er til þess að reyna að skilja ógnina fyrir venjulegt fólk, eins og sagt er. Að þið voruð áðan að lýsa skriðdrekum í seinni heimsstyrjöldinni, en þú til að segja að finnst það ólíklegt, jafnvel í Eystrasaltslöndum með Póllandi að við séum að sjá vopnuð átök þar. Þó að þetta sé í minningunni. Já, ef að NATO stendur saman, ef að NATO byggir upp sína varnir og ef að fólk trúi því að NATO muni standa saman til þess kæmi, þá mun Rússland ekki ráðast inn í NATO. Þeir ráða varla við Úkraínu sem var miklu veikara ríki. Þeir myndu ekki ráða við lönd eins og Finnland, hvað þá NATO heilt sko. Þannig að ég myndi segja ef að út frá því þá finnist mér að því gefnu að segja að NATO stendur saman sem ég trúa verði, þá sé bara væri Putin gali maður að myndi ákveða að fara í heilstætt stríð í Rússland. Þannig að ég vil samt meina að við séum örugg. Svo bara það sé sagt, svo við séum ekki að búa til eitthvað andrúmsloft hér að það séu að fara að lenda. Þú mælir ekki með því að kaupi 30 daga byrðar af saxbauta og keymi heima til þess að... Jú, það er bara vegna þess að við getum vegna náttúruhamfara með strafmagn og allt svoleiðis. En ég tek undir með Pál, sko, ef við horfum bara á öryggi Íslendinga, að líkurnar á því að hér komi erlendir hermenn til þess að taka yfir Íslandi í einhverjum þannig skilningi eru þetta hverfandi. En við þurfum að vera undirbúin undir afleiðingar þessara fjölþáttaárása. Ég meina ef að netárásir, ef okkur tekst ekki að verjast þeim sem eru skipta einhverjum þúsundum á ári, þeim tilvikum sem eru sert í sér að vinna með, ef okkur tekst ekki að verjast þeim, að þá geta bilað hér mikilvægir innviðir sem hafa þá þau áhrif og það verður nú gott að eiga saxbauta og klóspapir heima, sko. Já, ég held að þarna hittir naglan alveg á höfuð við þér og það verður kannski verkefni annar nákvæmlega í utanríkisnefnd að útfæra sko undirbúninginn og svona resiliensið, hvað segir maður, viðnámsþróttinn sem til dæmis gífurlega djúpstæður í löndum eins og Finnlandi. Ég kynst það núna gegn Norðurlandaráð og sem hefur svona flaggað einhvern veginn því hvað
Finnar eru búin að undirbúa sig undir þetta ástand sem að skapast síðan frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Þar viðbúnaður lykilþáttur í öllum almannavörnum og þó að það hafi nú svo sannarlega verið lögð einhver áhersla á það en þá eru þeir svo ljósar undan. Sko það sem ég vil bara segja í þessu varðandi það sko hvort að hér komi einhvers konar ógnir í háloftum eða í undirdjúpum, þá skiptir það meginmáli að vera vakandi fyrir því að sko fjölþáttaógnirnar þær berast í gegnum netið, þær berast ekki bara í gegnum netárásir, heldur með því að skapa usla. Það áþreifanlegt að það eru erlend öfl sem vilja ná hingað inn í þjóðarsáluna og hafa áhrif á gildin okkar. Hafa áhrif á okkur, skinn okkar. Líka við ríkisstjórn Bandaríkjanna sem að skipti sér af stjórnmálum í Bretlandi, í Þýskalandi, í Frakklandi. Ég meina það er auðvitað ágefni. Varaforsetinn hefur eiginlega sagt að hefðbundin stjórnmál í Evrópu dugi ekki. Já, ég ætla bara að vera djúpstætt ósammála varaforsetinn Bandaríkjanna sem segir að helsta ógn Evrópu séu bara þau mannréttindi sem við ákveðum að virða gagnvart hvað öðru þetta gildi. Það er bara, ég greinir okkur á. Þau afskipti koma líka vestan frá sko. Ég held að við séum og að styðja sömu flokka og Putin svo ég fá nú klára, þá gagnrýnin hugsun lykilatriði í þessu. Við eigum öll að vera vakandi fyrir því að við sjáum einhverja svona stóra herferð sem miðar að því að brengla svolítið það hvað okkur til dæmis finnst frelsi, hvað það þýðir í okkar daglega lífi og við megum alveg hugsa svolítið uppátt í þessu. Já. Upplýsingaóreiða er skilgreind sem hluti af þessum fjölþáttaógnum og þeim eru þetta beitt allstaðar af mjög mörgum til þess að svona búa til sína fótfestu í því sem þeir eru að standa fyrir og trúa á sko. Ég heldur að rétt áður en þessar þessi drónaflug inn í Póland byrjuðu þá var nokkrum tíma áður hafin mjög augljós svona upplýsingaherferð eða upplýsingaóreiðu herferð gagnvart pólska hluta internetsins einhvern veginn það sem var svona byrja að reyna að flækja málið svolítið fyrir fólki. Já, við sjáum bara líka sko hluti af þessum atburðum og það sem við sjáum einhverjar hreyfingar á eins og þú talar drónana að þá leið sko fer í gang einhver atburður sem að segja já þetta nú örugglega bara verið að setja þetta í gang til þess að búið til afsökun til þess að sko vera vondi við okkur í Rússlandi sko. Þannig að þetta byrjar alveg leið þannig að orðið sem fjölþáttaógn segir mjög margt en kafa hann svona í það menn þá er það ekki bara það að það sé óuppbundið og með alls konar hætti heldur að vera að beita mörgum áhrifum á sama tíma og það var einhver sem sagði daginn að skildi þetta betur en átti að segja hann átti hybrid bíl sko það tala hybrid warfare og þegar hann gefur hreslulega í þá bæði rafmagnsmótorinn og bensínmótorinn koma inn sko þannig að það er þá ekki bara það að þessi verið að vinna með eitt í einu heldur að vera að beita mörgum ólíkum aðferðum á sama tíma. En það svolítið, sko, segðu mér hvernig vinir eru, ég skal segja hver þú ert. Það á núna við. Og núna þurfum við að átta okkur á því. Og Trump vinnur okkar? Við ætlum ekki að vera vond við hann. Vegna þess að við ætlum að sýna honum þá framkomu þar sem við viljum láta sýna okkur. Núna þurfum við að halda áfram að rækta bara mjög gott og langvinnt og farsælt samstarf við Bandaríkin. En við þurfum líka að gefa í. Og við þurfum að átta okkur á því að við vinnum varnarviðbúnað og áætlanir best í samvinnu við okkar vinaþjóðir sem deila með okkur gildum. Hérna vil ég bara benda á tækifæri sem felast auðvitað í því að samþætta það samstarf sem við eigum fyrir í NATO sem okkur mjög mikilvægt. En líka átta okkur á því að það mikil þekking annars staðar, bara bæði gagnvart Evrópusambandinu, ég vil líka nefna Noreg, ég vil líka nefna Kanada. Við sjáum að það aukin samþætting í bara mjög miklum undirbúningi sem á sér ekki stað með sama hætti til dæmis í NATO sem varnarmekanismi öðru fyrir mér. Og sko undirbúningur skiptir öllu og ég held að það sé svona það sem við þurfum að öðru fremur að gefa í og það kemur auðvitað inn í almannavarnir. Það ekki bara varnarmála útgjöld, þetta hangir alltaf á sömu spýtunni og ég með langar nú svona til þess að fara aftur inn vegna sem ég fannst við ekki alveg ná að klára sko því að deila með almenningi því hvað við vorum auðvitað að gera þarna í Pólandi líka og þar fannst mér sko mjög mikill
mér fannst formaður auðvitað bara ná að blómstra mjög mikið í sínum hlutverki hér sem pólskur innflytjandi og þar sem það var augljóst að það var mikil virðing borin fyrir því að og svona, ég vil bara nota orðið eins og bara svona lotning yfir því að ég er að tala um formaður utanríkisnefndar og ég er orðin að bara Nei, þeir meina það, fólki fannst þetta merkilegt við fundum fyrir því að það er mikill vilji til að segja þétt og gott og náði samstarf við Ísland en það var auðvitað eitthvað ég meina þetta var auðvitað bara pólitískur fundur og þarna fengum við auðvitað svona spurningar bara hvernig komst þið upp með ykkar takmarka framlag og svo framvegis og við áttum bara þegar svo við því að við værum auðvitað bara að gefa allt það sem við ættum í því að vera öflugur bandamaður og góða gestgjafi þó við séum ekki auðvitað að búa til landir Það er náttúrulega í svona herrvæðingu Evrópu og áherslu sem á því sem mikil og við gætum alveg rætt það hvort það sé eiginlega endilega gott að það færist yfir í öll svið. Ég held að Vestnorræna ráðið hafi verið að hittast daginn og það voru líka að tala varnarmál. Þannig að varnarmál orðið umræðu efni númer 1 allstaðar og við getum veltið fyrir okkur út að það sé endilega rétta leiðin Það er ekki gott, það er saman hátt ef maður fær krabbamein, það er mjög mikið rætt krabbamein á heimilinu, en það er ekki út af því að maður finnst svo gaman að ræða það ástæðan er alltaf bara svo að það er að Rússland hefur ákveðið að fara með ofbeldi gegn nágranna sínum og reyna að innlima í sig Það er kannski ekki Færeyjar, Ísland og Grænland Það er frekar Bandaríki sem eru ógna Grænlandi Við erum að horfa á þessi mál bara líka alveg heilstætt við erum eins og við talar Vestnorræna við erum alltaf bara liggjum hér á svona landfræðilega mikilvægum stöðum og gegnum mikilvæg hlutir og þá samstarf okkar bæði Vestnorræna og Norræna ráðinni skiptir auðvitað miklu máli vegna þess að við deilum svo mikið af sameiginlegum gildum og þegar við skoðum bara menningu yfir höfuð við getum farið alla Evrópu þá sjáum við það mjög fljótt að það eru mörg lönd í Evrópu sem eru líka okkur en svona menningin og þeirra nálgun og ýmsa hluti eru öðru sér bara sögun og reynslunni við deilum kannski meira þessum hlutum Þannig hefur svo samskiptin í Vestnorræna ráðinu verið á menningarlegum grundvelli en ég er bara að benda á þessum dæmi að á þessum tímum sem við lifum þá komin öryggismál og hernaðarmál komin inn á borð þar líka Ég held að þessi bara gott fyrir okkur að muna það er eiginlega alveg sama hvað er í gangi það er alltaf fyrsta hugsun allra að setja eigið öryggi fjölskyldunar að þegar við sjáum atburðarás eins og er í gangi í Rússum gagnvart Úkraínu við sjáum þessar fjölþáttaógnir færast nær okkur núna síðast í Danmörku við sjáum þennan skuggaflóta við sjáum bara herskip og siglingar hér í kringum okkur að auðvitað tökum við þessa umræðu alvarlega og ræðum hann út frá öllum grunnum. Annað væri ekki gott. Þið ræðið þá bara öryggismál í Vestnorræna ég held ekki að tók bara sem dæmi og fyrstu hvað þetta verið að breiðast yfir. En ég ætla að taka dæmi að þið að tala um líkgildi og eitthvað fleira. Við sjáum kosningar, það voru tvísýnakosningar, forsetakosningar í Póllandi þar sem að menn geta velt fyrir sér sambandi við gildin. Það voru öfl sem að þú myndir líklega telja að vera ekki svona hluti að vera fjær þínum gildum heldur en þú myndir vilja. Við voru kosningar núna bara í gær, eða ekki, í Tékklandi. Föstudag, já. Það sem að þjóðin velur frambjóðanda sem er einhver myndi kalla bara pútinista. Þetta ávið ég myndi nú kannski ekki gera það en það eru þessi átök sem eru sérstaklega í austrinu að það er ekki gefið að þessi samstaða sem að þú talaður áðan að væri lykillinn að því að halda Rússum frá að hún haldi til lengri tíma að þessi tali allir einu máli í Evrópu Það tala ekki allir alveg einu máli Ungverjaland hefur lengi verið kannski á öndruð meiði og einhver leyti Slóvakía líka en þetta er einskorðast ekkert við Nú bætist Tékkland við Já, þarna var flokkur að sigra sem ég myndi kannski ekki að kalla það flokkbeinlist pútinista það eru, á þessu svæði eru ekki mjög margir sem beinlið styðja málstað Rússlands opinberlega það er bara sögum vegna ekki þannig og ef ég til dæmis aðeins reyni koma núverandi forseta Póllands til varna hvað það ég reynda á samastað og ég myndi líka ekki telja mig að hann væri mjög nálægt mínum gildum hins vegar þá er Navalnski forseti með komuband til Rússland hann er á svörtum lista hjá þeim með þess hluta sem hann hefur skrifað Rússland þannig að ég myndi ekki kalla
núverandi forseta Póllands, sko, einhvern veginn pro-Russian stjórnmálamann og flokkur sem hann tilheyrir sem til réttlæti sendi Úkraínumönnum 500 skriðdeka á fyrstu dögum innrásinni í Úkraínu og það ekki svona pró-rússneskur stjórnmálamennir sem myndu gera það. Þannig en það rétt og með svo voru bara kosningar í Moldóvu líka þar sem, já, svona evrópsk öfl sem vilja tengjast Evrópusambandinu unnu nokkuð, já, kannski óvæntan en jákvæða sig. Héldu völdum, sko, það var ekki breyting. Það var ekki breyting, en margir höfðu spáð því að þarna myndu einhvern veginn Rússar nota tækifærið og já, allavega reyna og þeir reyndu að sannarlega að hjálpa öflunum sem vilja meira samstarfi í þá áttuna sigra en það tókst ekki og ég bara fagna því. En þú óttast ekki að verið breyting í stjórnmálunum í sérstaklega í austrinu vegna þess að Evrópuþjóðirnar hafa gengist undir það að verja 5% af landsframleiðslu í hernað og varnarmál. Það þýðir að einhvers staðar verið að taka peningana, flestir eru reyndar bara að slá lán upp á framtíðina. Kannski komið tími á því að Evrópuleiðtogarnir mæti almenningi og segja að þetta kostnaður sem við þurfum að hafa til þess að fyrir hernaðaruppbygginguna, við þurfum að skera niður hér eða við þurfum að auka skatta, en flestir eru að taka svona lán fram í tíman, en þetta mun verða álag og valda félagslegum óróleika í álfunni. Já, en það líka eitt sem gott að hafa í huga þessu sem maður sá svolítið í þessari heimsókn okkar, það að hugsunin og samtalið og sýn fólks á þessum svæðum bara allt annað en við horfum á. Ef við kemur einhver flokkur fram sem segir, við ætlum bara að taka fulla ferð og setja 5% í og við ætlum að skera niður í skólamálum og heilbrigðismálum og minnka allt saman til þess að geta tekið á þetta, sá flokkur fengi nú ekki mörg atkvæði. En í þessum löndum, þá bara svo stór hluti þjóðana sem hefur bara upplifað árásir og yfirgang Rússa að menn segja bara, við verðum bara að standa í lappirnar, við verðum bara að sætta okkur við það við sem að taka hér lán sem við ætlum að greiða næstu 25-30 árum eða við ætlum að hagræða í rekstri, við ætlum að skera jafnvel niður eitthvað í rekstri til þess að geta tekist á til að verja frelsið okkar. Þetta bara orðræða og upplifun sem að við eigum held ég bara mjög erfitt með að setja okkur inn í því við höfum aldrei staðið í þessum sporum. Þetta bara hárrétt, ég meina í þessu öruggasta landi heims Íslandi engin menning fyrir því að tala öryggismál og það mjög svona, hvað segir maður, tough sell að fara að markaðsetja. Við ætlum að fagna því að þurfi ekki að tala öryggismál. Nákvæmlega, en núna bara staðan þannig við eigum bara að taka þessu umræðu og við eigum bara að ræða þetta eins og og horfa á bæði hvað við getum gert í þessu samstarfi okkar, hvernig við göngum frá því að varnarsamningur við Bandaríkin, aðild okkar NATO, tryggja okkar svona eitraöryggi, en á sama tíma mjög mikilvægt að tökum umræðuna það hvað það sem við þurfum að gera innanlands, hvernig eigum að efla viðbúnaðinn innanlands og við búum bara í þannig landi líka að ef við gefum í til þess að verjast fjölþátta ógnum að þá kemur tækni og þekking og búnað sem nýtist okkur líka í öðrum ógnum sem að við erum hér að fást við bara í mörgum sem ári, óveður, náttúruhamfarir og annað slíkt. Ég er búin að býða líka til að hóa þess í upphafi, snemma þá sagði að þeir beita, Rússar beita hinnum ýmsu aðferðum og þetta fjölþáttastríð, getur það verið og má vera að eitthvað sem við erum að fjalla ekki bara hér, heldur bara Íslendingar, sé komið bara óbeint svona falskur áróður eitthvað sem við höfum bitið vagnir með. Alveg örugglega, það örugglega mörg dæmi þess, en kannski ágætt samt að reynda að hafa í huga að Rússar trú ekki beinlínis á neitt og nema Rússland og árangur þess. Í gegnum tíðina þá hafa rússnesku áður-Sovétstöðin einu sinni voru þau mjög femínísk, bara beittu fyrir sig sjá hvað réttindi kvenna eru góð í Sovétríkjunum. Síðan tíma þá studdu umhverfisverndar sinna í Þýskalandi til að berjast gegn kjarnorku í því skyni að þjóðar myndu kaupa meiri kólu og olíu frá Rússlandi og núna hafa síðkasti tekið upp málstað aðskilnað sína í Katalóníu og síðan núna eitthvað svona allt rætt sem þeir hafa gert að sínum. Það ekki endilega víst að ráðamenn í Kreml hafi gríðlega sannfæringu fyrir einhversum málstöðum, ég held að sé ekki. Þeir bara finna eitthvað svona dót sem líklegt þess að valda usla ólgu í samfélaginu. En já, ég meina mikið af einhverju svona held ég COVID bólusetninga áróðri var alveg þekkt að myndi koma þaðan. Það reyndar
beið þá svolítið skemmtilega, svona óskemmtilega í rassinn með það að síðan þegar þau eru búin að dreifa þessum áhrifum að ætti ekki að láta bólusetja til Vestur-Evrópu, þá barst það svolítið aftur til Rússlands af því að Rússar treysta síðan vestrænum fjölmiðlum og vestrænum umfjöllum jafnvel betur í sinni eigin, sko. Þannig að þeir lentu í bölvuðu vesenni með að bólusetja fólk heima fyrir, þrátt fyrir að Rússar sjálfir höfðu þá reglar að bara mæta heim til fólks og bólusetja ef að bólusetja ekki sjálft, vegna þess að þeir taka bólusetja mjög alvarlega. En þetta andóð sem byggur til gegn bólusetningum hafði neikvæð áhrif á bólusetningar í Rússlandi sjálfu. Þannig já, það alveg öruggt að það sé eitthvað af því sem þeir henda inn sem ratar inn í íslenska umræðu, en það, eins og ég, það þýðir ekkert að þeir trúi endilega mikið af því sem þeir segja, sko. Nei, ég hugsa hvort að við værum að lifa í einhverju andrúmslofti sem einhverju hluta mótað af þessum öflum. Já. Alveg örugglega að það sér bara umræðuna sem að skapast oft í gegnum samfélagsmiðla og annað það sem að ýmsar þjóðir eru örugglega að hræra í okkur og reyna að koma sínu sjónarmiðum á framfæri og Rússar eru örugglega ekkert einir í því. Ísraelsmenn eru til þess mjög duglegir í þessu. Já, það er margt í þessu, sko, en ég hef nú verið þeirrar, ég held ég ætla að nota orðið gæfinu aðnjótenda, ég hef nú farið bara nokkuð oft til Rússlands, áður en þetta hófst allt saman og kynntist bara talsveit mikið af fólki í þessum vinnuferðum sem ég var þar kringum fótboltann og almannavarnir áður að maður sér það, sko, sama og við sáum kannski í Pólland og Litáen að fólk, sko, sem er á ákveðnum aldri horfir mikið til þessara átaka sem urðu á þeirra líftíma, bæði Afganistan, Georgíu og síðan Eystrasaltslandana, horfir á þetta allt öðrum augum heldur en síðan þeir verum hinni með línuna, þar sem að svona móðir Rússía er svolítið það sem að við þurfum svolítið að trúa á, að það sé það sem að muni tryggja það að við getum haft það gott og það verði velmegun hjá okkur og þannig að það var líka svolítið áhugavert að kynnast þessu viðhorfi og fólk sem að maður var í samskiptum við á þessum tíma, hvernig það síðan, sko, að manni fannst þeirra bara svona frekar lýðræðislegt og vestrænt í hugsun, en maður getur notað það orð, að síðan komið alveg hinum megin og skilur ekkert í hvað Evrópa er vondir Rússar, sko. Þið tilheyra öll ríkisstjórn sem kemur og ætlar að brjóta í blað, breyta stefnunni, ekki enginn af ykkar flokkum var í fyrir ríkisstjórn og við þekkjum það og erum mikið að ræða við rauðaborðið svona vanrækslu innviða samfélagsins sem stór skuld sem að við þurfum einhvern veginn að laga því að þetta kostnaðarsamt að vera með ónýta innviði og grunnkerfi samfélagsins. Við erum með húsnæðiskerfi sem virkar ekki fyrir almenning. Við erum með langa biðlista eftir heilbrigðisþjónustu barna og þið kannist við þetta. Það er mörg verkefni sem hlaðast upp. Á sama tíma kemur upp krafa frá NATO að við leggjum farum í innviða uppbyggingu í öryggismálum og hernaði. 1,5% af innviðum. Það er hægt að svara sem svo að sumt af þessu eitthvað sem við hefum hvort sem gert, en það náttúrulega ekki þannig. Kannski allavega helmingurinn af þessu eitthvað sem þá sett framar á röðinu heldur en áður var. Þú vitnar í það að Pólverjar og Eistar eru farin að segja, býtu, af hverju sleppið þið svona billega með ykkar framlag til hernaðara? Þið ríka þjóðin ekki að leggja eitthvað til og öllu líkindum í aukinni hernaðaruppbyggingu Evrópu má gera ráð fyrir því að krafan til okkar sem höfum ekki þurft að gera það sama þegar við höfum ekki her, að hún muni vaksa. Óttist það ekki að þessi hernaðaruppbygging Evrópu, þið hafið dregið það fram og þau eru að tala um hvernig Eistar eða Pólverjar eða Rússar upplifa átökin sem eru miklu nær þeim, en við hljótum að þurfum að gera okkar eigið öryggismat hver er okkar þörf á Íslandi og það getur verið varasamt út frá öryggissjónarmiðum að leggja alla áherslu á hernaðaruppbyggingu en draga úr uppbyggingu grunninnviða til þess að halda upp í félagslegu stöðuleika í landinu. Óttist þið ekki að hernaðaruppbyggingi sem er í Evrópu muni binda hendur okkar til þess að við getum byggt upp betra samfélag, jafnvel neitt okkur til að taka ákvarðanir sem við hefðum ekki að taka? Nei, ég held ekki. Ég held að ég trúi því minnst að við þurfum að gera betur í okkar innra öryggi og innri vörnum og
það sé bara eitthvað sem hafi löngu verið orðið tímabært. Við erum ágætt í að bregðast við og takast á við þegar að verða náttúruhamfarir, en við getum gert miklu betur í að En þú veist að þeir sem eru á biðlistunum í heilbrigðiskerfinu segja að það sé líka löngu tímabært. Já, ég veit að leið mér að klára að hluti af því sem tryggjur okkar innri varnir eru þetta það að samfélagið okkar virki eins og það þarf að virka og þegar menn tala innviði þá eru oftast birta myndir af einhverjum hafnarmannvirkjum eða flugvöllum og mikið talað um Keflavíkurflugvöll og uppbygging og það en á sama tíma þá ef við skoðum bara þær 7 grunnkröfur sem að NATO gerir á sína þjóði til þess að það sé mögulegt fyrir þjóðina að virkja 5. greinina og að þessi 3. greinar ákvæði sem eru þar líka með gistiríkjastuðningir þá þarf allir þessi hlutir að vera í lagi, þá þarf heilbrigðiskerfið okkar að virka, þá þarf félagslega kerfið okkar að virka, húsnæðismálin þurfa að vera í lagi, fjarskiptin þurfa að vera í lagi, samgöngurnar þurfa að vera í lagi, stjórnkerfið þarf að virka. Þannig að ég horfi á þetta út frá þessum svona 7 viðmiðum þegar að vera að tala uppbyggingu á okkar svona varnar og öryggismálum og ef maður lesa þær þá sjáðu það að þær byggja því að hér sé bara gott og öflugt samfélag sem getur tekist á við hlutin eins og þeir eru að við séum áfallaþolin og það áfallaþol okkar versnar ef að biðlistar barna eftir greiningum lengjast. Aðtöga þetta að taka út starfsemi á Landspítalanum Háskólasjúkrahúsi á örskotsstundu ef við erum ekki með innviði í lagi. Það var ekki fyrir sig þegar hann byggðist hérna upp í árdaga 20. aldarinnar að það var hægt að gjörsamlega kippa forsendarnar út fyrir bara hans daglega rekstri með því að ráðast á hann sem hægt verið að gera með einbeittum brotavilja sko. Ég ætla samt ekki að gera lítið úr þessum áhyggjum. Ég deili þeim. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin við þig með það. Hvað get ég sem félagsökukona sagt samt til þess að einhvern veginn gefa mér eldsneyti og okkur hérna að halda bara áfram á því að búa til öruggt en samt öflugt félagshyggju módel sem við ætlum að vinna ennþá eftir. Sko hér erum við stödd á þeim stað að þessi ríkisstjórn hefur sýnt á sannað og hún ætlar að taka ákveðna málflokka út úr þessu karpi sem það hefur verið í. Ég nefni hérna bara barna með fjölþættan vanda sem hefur verið tekin út í faðm ríkisins úr því að sem hafa verið þar að hrökklast á milli ríkis og sveitarfélagi í áraraðir, bara svo það sé sagt. Ég hins vegar ætla alveg að vera hreinskilin við þig. Það verður erfitt að fylgjast með því hvernig niðurskurinn á eftir að eiga sér stað og það mun bíta harðar víða í Evrópu hjá ríkjum sem við berum okkur saman með, sem deila landamærum með Rússlandi, sem við í lok dags gerum ekki og þar leiðandi eru aðstæðurnar aðrar. En við megum bara samt ekki gera lítið úr ógninni. Er þetta einungis til þess að verjast ógnað austan? Nei, þetta er til þess að gera okkur kleift að tryggja fólki sem er að keyra hérna fjallvegi bara lífsnauðsynlega farsíma þjónustu sem hefur ekki verið til staðar. Innviðaskuldin er mikil, já, þú veist, það er svona ákveðið silfur lining í þessu. Ég eins og veit það bara, við verðum þá að vera þeimun, svona allt tala ég nú bara hérna fyrir sjálf mig. Meðvitaður það, hversu mikilvæg félagshyggjukerfin okkar og velferðarkerfin eru fyrir okkar daglega öryggi. Við sjáum bara til dæmis hvað samfélagið okkar einhvern veginn fer allt upp á afturfæturnar þegar við tölum grundvallarstoðir eins og leikskóla. Mér finnst það þetta bara jákvætt að þetta sé gildismati í samfélaginu sem ég bý, að þetta skuli vekja athygli. Vonandi verður það ennþá þannig. Þú náttúrulega nefndir á það sko hvort þessar auknu fjárfestingar eða eyðsla í hernaðarmunni valda ólgu í Evrópu. Ég get alltaf sagt sko af samtölum við stjórnmálin í Litáen, það hafa þeir sagt mér sko, það var ekki til svo tala sem við myndum nefna sem þjóðin myndi ekki samþykkja. Þannig er andrúmsloftið. Talar 5 ef einhver sagt 10, þá hefur maður bara sagt já, bara let's do it sko. Þannig er ástandið þar. Það dregur auðvitað. Svo ógnir ekki Hollandi eða Fraklandi eða Spáni eða Írlandi. Það dregur auðvitað stuðningarski við þetta eftir sem vestar í áluna dregur, augljóslega, en auðvitað er þessu lönd á að spyrja býtu af hverju við ein að bera fyrst þessar byrðar verandi þarna á. Þannig að stemningin sko gaggar til dæmis tilburum Bandaríkjaforseta til þess að hvetja Evrópu ekki til að eyða meiru í hernaði. Þetta er allt önnur sko í Póllandi, Litáen og þeim löndum heldur en sko þegar vestar dregur. Margir þarna eru bara frekar ánægðir
með það að Bandaríkjaforseti hafi látið Evrópu spýta í með varnir. En ég er bara algjörlega sammála því, við megum ekki láta okkar mikilvægilegu kerfi dragast niður og við megum ekki láta þau líða fyrir þetta, enda erum við rík þjóð og eigum við svo sannarlega efna því að geta fjárfest einhvern lítinn hluta í það að styrkja okkar innviði til þess að auðveldra að verja okkur eftir þess kæmi á sama hátt og við höldum áfram að vera norrænt velferðarríki. Ekki að leggja til þess að við leggjum á skatta það vel. Ég meina, hvernig ríkja fjármagna sig að þessum með skattindu, ég er ekki búið að við séum hækkaðir, en ég meina, víða náttúrulega þeim megin í álfunni, þá hafa menn þurft að grípa til skatta hækkana til þess að fjármagna eitthvað þessu. Ég er hins vegar ekki að boða hér, eins og segi, þá erum við ríkisjóði stendur ágætlega og getum gert ýmislegt innan ramma þessara fjármála sem við höfum. En svo getur þetta kallað á að svona gliðnum í Evrópu, austurhlutin og vesturhlutin, að við sem erum fjær, okkur finnst ekki þurfa að grípa til einhver róttækra aðgerða og kannski önnur ríki líka, en þau sem eru nær Rússlandi, þau séu... Það er bara svo ólíkt öryggismati frá sjónarhóli hvers lands fyrir sig. Mjög ólíkt. Það hefur verið andgliðnun undanförnum, en hafa þekkar fæst nær, vegna þess að ríkin í austurhluta álfun hafa verið að öskra á þetta svo áratugaskipti, hafa verið sagt að það er raunverulega ógn sem stafar af Rússlandi, það er ekki bara þannig og menn hafa ekki verið að hlusta á það og síðan atburðin 2014-2020 breyta því og ríkin Vestur-Evrópu átta sig á því að Pólland, Litháen og öll þessi ríki þarna voru ekki bara bulla, það töluðum að ógnin af Rússum væri raunveruleg. Þarna mun líka skipta máli tímalínan í þessu, hversu lengi þessi átök standa yfir og hversu lengi þessi raunveruleiki verður. Við náttúrulega bara við horfum á söguna, þá fara þessi hlutur upp og niður og þolinmæði þeirra sem að lengra eru frá eru örugglega í tímalínunni minni heldur en þeirra sem nærstanda. Það sé bara eðlilegt, en þá skiptir auðvitað máli að halda virku samtali eins og við vorum að gera með þessum ferðum okkar út að átt okkur að meina hver er raunveruleiki þessa fólk sem stendur nær þessu og fyrir okkur sem stendur fjær þessu að geta gert einhverja tilraun til að setja okkur í sér spor. Nefndi bara því að við erum látið að koma hér og tala mjög varnarmál og það er rétt og ég vil bara taka bara aðeins verðan þess að ferð til Póllands og okkur var líka mikill heiður sýndur að því að pólska utanríkismálanefndin og íslenska fundu saman. Það er ekki mjög oft sem það gerist að tvær utanríkisnefndir fundið saman í pólska þinginu. Opnu fundi. Ég held að það hafi gerst einu sinni með Frakkland áður, þannig að þetta var mjög sögulegt. Og við ræddum varnarmál, en við ræddum líka mjög mikið þátttöku barna í íþróttum, þátttöku barna af pólskum og litháískum uppruna í félagsstarfi, gengi þeir í skólakerfinu. Þannig að svo fólk átti sig á því, þessi ferð var ekki bara að tala það hvernig skriðdreka fólk ætti að kaupa og í hvaða röð, heldur vorum við einmitt mjög mikið að ræða það hvernig við til dæmis á Íslandi byggjum samfélag. Já, ég var líka með leiðandi eftir á að hyggja í beinni útsendingu. Já, en við þetta, ég meina það er ekkert faktúelt frjálsemisfrelsi í Póllandi með sama hætti og við búum við hérna á Íslandi og ég held að fáir áttu sig á því að fóstureyðingar eru miklum takmörkum settar og aðgengi að getnaðarvörnum sömuleiðis. Ég meina Pólland er á mjög vondri Já, ég meina ef við ætlum að tala um öryggismál, strákar, þá skulum við bara ekki gleyma því að hættuleysi staðurinn fyrir margar konur í þessu samfélagi og hvort sem er íslensk, pólskt eða bara í alheiminum, hættuleysi staðurinn fyrir margar konur er heima hjá sér. Og það má ekki Ég var að hrósa fyrir það, þetta var mjög örgulega fyrir mjög marga af okkar kollegum þarna var þetta ekki auðveld umræða en þú gerir þetta afskalvað diplomatist en komst gríðarlega mikilvæg sjónarmið á framfæri. Já, ég meina vinurinn sátt við hann segir, skilurðu, ég meina þetta er einn okkur mikilvægsta vinaþjóð en ég held að það sé bara mikilvægt fyrir almenning á Íslandi átt að sjá því að við erum að sjá ógnvænlega þróun í málefnum bara líkamsfrelsis kvenna. Það má ekki hægt að tala um það í öryggissamhenginu Þetta er auðvitað
eitthvað sem við þurfum að takla líka. Og ég spyrir ykkur 2 mál sem hafa verið í umræðinu hvernig Evrópa getur hert á stuðningi sínu við Úkraínu. Eitt að taka þá fjármuni sem rússneska ríkið á í belgískum bönkum fyrst og fremst, 20.000 milljarðar eða svo, og lána á til Úkraínu. Eru við saman á því? Annað það sem að Donald Trump hefur sagt, það að verið að íta hann af Evrópuleiðtónum að setja á refsitolla til þeirra ríkja sem að eiga í viðskipti við Rússland, og það kannski fyrst og fremst hort til Kína, og þá snýr hann sér svolítið við og segir við Evrópu, setjið þið refsitolla á Kína, þá skal við kannski koma á eftir. Eru þið fylgjandi í að Ísland setji refsitolla á Kína, við erum með fríverslunarsamningu þá, og í öðru lagi að við styðjum það að peningar sem rússneska ríkið eigi í Belgíu verði lánaðir til Úkraínu. Þetta er bara 2 já og nei. Já, það er ekki svo auðvelt í þessu, sko. Ég náttúrulega bara alfarið fylgjandi eins miklu frelsi í viðskiptum og mögulegt þannig að refsi, verndartollar og tollastríð eins og við erum að upplifa núna, það tapar rosalega margir á því, þannig að það þarf að vanda það mjög að minn alltaf færi það. Hitt er það að auðvitað tókum við þátt í að setja á stofn þessa tjónaskrá fyrir Úkraínu, og það er eitt af því sem að kom fram í þeirri umræðu að þeir fjármunir sem hafa verið fristir eða haldlagðir eða jafnvel gerðir upptækir í eigu Rússa séu þá hugsaði til enduruppbyggingar Úkraínu þegar það er að kemur. Það verður alveg gríðarlegt verkefni og við þurfum að hugsa fram í tíman í því, en auðvitað á sama tíma að ef ekki tekst að styðja Úkraínu með þeim hætti að þeir geta varist Rússum, þá verður ekkert til þess að byggja upp, og það er líka það sem við þurfum að hugsa til. Og þar alveg verður þú hlynntur því að peningarnir eru teknir til þess að kaupa vopnabandaríkjunum. Ég myndi vilja skoða það bara með mjög jákvæðum hætti. Já, kannski taki bara undir með við hérna. Við ætlum ekki að fara að starta einhverju tollastriði hérna í beinni útsendingu. Það væri ekki fallegt á sunnudegi. Ég ætla samt að leggja áherslu á það að leiðin, og þetta hefur verið sagt áður, en ég er staðfastlega þeirra trúar, að leiðin í átt að friði er með aukinni viðskiptasamþættingu. Þetta er hins vegar eitthvað sem margir eru vantrúaðar á þessum tímapunkti, með hins vegar stóra pottinn sem nú er verið að tala þá er auðvitað bara búið að setja á þessari hugmyndi talsverðan tíma, hún er ekki sett fram í einhverju hálfkæringi. Það er eins og verið að fara fram á mjög mikið, en ég meina, hver er alternatífið? Það er auðvitað bara það sem maður hugsar alltaf. Það verður á einhverjum tímapunkti að ávarpa það gríðar mikla tjón sem er að verða á öllum innviðum í Úkraínu, og það er ekki hægt að skella bara skuldinni eða það er að segja bara fjárhagslegri ábyrgð á íbúa landsins og þá sem standa með þeim í stikkinu. Ég meina, og það er alltaf mikið af fjármagni sem er þetta fast í eigu Rússa í álfunni sem þarf með einhverjum hætti að komast yfir. Það vil þau vilja taka peningin af þeim en ekki leggja á tolla á Kína. Hvað þú? Já, sko, það er náttúrulega tiltölulega ódýrt fyrir okkur að taka undir það að vilja losa þessar frystur eignir, því að það er náttúrulega varða ekkert íslenska ríki, heldur aðalega belgíska ríkið, en ég meina ef að til þess kæmi að íta einhvern tíma á takka með móti, þá eru því ekki á móti. Varðandi tollana þá sko er ég persónulega til í að skoða þær leiðir sem eru nauðsynlegar til þess að binda enda á þessi átök og beita einhverju þrýstingi. Ég myndi kannski, það væri óvarlegt að boða það að maður myndi sjálfkrafa styðja það hér. NATO er ekki tollabandalag, en sko ýmis viðleitni Bandaríkjaforseta þess að beita enda átök, mér finnst stundum að vera jákvæð. Sem að kannski fáum þau kannski seinna til þess að ræða. Hann var næstu að orða Gaza hérna, en við ætlum ekki að fara að ræða það. Nei. En það væri mjög gaman að fá fulltrúa frá utanríkismálanefnd til þess að koma hingað og ræða Gaza. Já. Sem að ég veit að almenningur vill mjög gjarnan heyra sjónarmið þessa fólks. En það sjá allir og heyra að við erum með fólk sem eru stjórnarsinnar, Samfylkingu og Viðreisn. En það er ekki endilega sko, við buðum mikið fyrir. Ég held að þessi samhljómur í öllu þingheimi í þessu máli, nema helst Sigríður Andersen sem geti komið með annan tón. Já. Það var eining nýja varnarstefnu. 5 flokkar af 6 skrifundur, og ég er enda að vonast eftir að við getum ennþá náð breiði samstöðu. Herðu, en við verðum að stoppa núna. Dagbjört Víðir og Pavel, hér þakkir því að ég ætla að fara fram og sækja fjármálaráðherrann okkar. Hann þarf að svara því hvernig hann ætlar að eiga fyrir öllum þessum peningum. Augnablikslegt. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni.
Samstöðin.is. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.